Við erum komin með nýjan þátt og við erum að fara í loftið og það hún Dóra Svavarsdóttir sem ætlaði að vera hérna viðmælandi okkar. Hún nú svolítið reynslubolti í bransanum. Já. En hvað heitir þú? Hvað heiti ég? Já. Já, ég heiti Davíð Hansen. En þú? Ég heiti Bjartur Birkisson. Birkisson? Já. Ok. Við ætlum að tala við hana Dóru og hans að komast að hvað að frétta hjá henni og hvað hún að gera þessa dagana og hvað hún búin að gera og bara helst allt. Allt saman. Já, það svolítið mikið þannig sem að þetta stór pakki. Kannski bara partur 1, við sjáum til. Já, það gæti verið. Marg skipta þáttinn. Já. Ok, það væri alveg hægt. Já. Ég held hún hafi nóg að tala Já. Ég held hún vilja bara við þegjum og hún leiði henni gefa henni orðið. Ég held að það sé best að bara segja velkomin Dóra. Já, takk fyrir það og takk fyrir boðið. Ég held að Davíð hafi alveg rétt fyrir sér að þetta gæti orðið bara svakamála saga í alltaf mörgum þáttum eins og sem að vitni nú í heimsbókun með þetta. Já, allt segið þið. Já, bara allan að kannski best að byrja bara hvað ert að gera í dag? Hvað ég gera í dag? Já, í dag ég kennari upp í Hótel- og matvælaskóla og að kenna matrislu þar. Ég formaður Slow Food Reykjavík. Við erum reyndar að ná nafnabreytingu, Slow Food Iceland, sem eru alþjóðasamtök. Ég menntaður landvörður. Ég líka með meirapróf og svo ég allega nörd. Þannig að þetta svona það sem ég hef helst fyrir stafni. Og hvað þýðir að vera alhliða nörd? Bara allt sem að, ef ég hitti fólk sem hefur eitthvað sem sagt brennur fyrir eitthvað þá finnst mér það ótrúlega áhugavert. Já. Þú veist, ég þoli ekki, ég skil ekki tölvur og ég skil ekki tölvuleiki, en ef ég hitti mannesku sem elskar tölvuleiki og þá kemur svona blik í augun á þeim og maður sér alveg bara hvað þau hafa ofboðslega gaman af sig, þá finnst mér það mjög áhugavert. Okay. Og sem sagt þá bara hvernig fólk getur sokki onni eitthvað jafnleiðilegt tölvuleiki. Nú gæti einhver orðin svolítið sárir yfir þessu kommenti. Nákvæmlega, en þetta matarpodcast, ég efast þú veist, ég held að mér svo óhætt að þetta sé eini félagskapurinn þar sem mér óhætt að segja þetta upphátt. Já, það eru margir í tölvuleikjum, ég held að það sé ekki rosalega mikið til að einhverju matartölvuleikjum, samt sko. Nei, ég þekki nokkra úr vinnunni hjá mér sem eru kjötiðnaðmenn og þeir eru margir í þessum tölvuleikjum sko. En eru þeir að spila eitthvað matatengt? Það veit ég ekki. Mér bara, alveg sama. Sims úrbeiningu. Sims spagetti. En þú hefur ekkert hugsað hvort að það væri kannski hægt að búa til eitthvað kennslu tölvuleik og við erum með hann í MK og svo getið þið bara öll setið og lanað. Það klárlega bara eitthvað sem að gerist, þú veist, á einhvern hátt. Ég ekki rétt að manneskinn til að þrjáða það sko, en þú veist, ég til í að vinna með fólki sem til í að nördast í því. Alveg check, þá ég klár í það. Okay. En já, en þetta sem sagt, ég er búin að vera núna upp í MK að kenna sem sagt samkvæmt stundatöflu núna í 1,5 ár, en ég er búin að vera með annað fótið þar alveg síðan 2002 eða 2001 þegar ég var í meistaraskólanum. Nú var að kenna alls konar námskeið og svo leis. Og svo, svo náttúrulega bara byrjaði ég að læra kokkin hérna á síðustu öld, svona eins og sum okkar fleiri. Og þannig að allt sem ég geri tengist mat á einhvern nátt. Okay. Þú svolítið í þessu minnka matasóun. Já, ég hef sem sagt, umhverfismál eru mér alveg gríðarlega hjartfólkin og skipta mig miklu máli. Og sem sagt, ég í þessum samtökum, Slow Food samtökum sem eru alþjóðasamtök sem stofnuð 89 á Ítalíu. Og þar kemur upp pæling kringum 2012, semst ungliðasamtökin eru með eitthvað sem við kalla diskosúpu og safnaður sem tráefni sem átt að henda, fengu risastóra vöruskemmu og innréttuðu hana, settu upp einhverja gassellur og borðu og eitthvað svo fengu bara fullt af sjálfboðaliðum, keyrt í góða tónlist, geggja partí, eldu súpa fyrir 1000 manns. Og þetta var náttúrulega allt og mikið fyrir það sem þau þannig að keyra þetta í bara súpu eldhúsum alla Berlín. Þessi hugmynd, hún fekk svolítið svona byr undir báða vangi innan samtökanna og þannig að við vorum heima 2000 og minnir 13 og bara, gerum þetta. Bara, þú veist, matasóun alveg vandamál eins og allstar annars staðar. Það samband við alveg fullt af heildsölum, búðum og allt þetta og allir til í að gefa okkur mat, sem sagt áður en að færa í tunnuna. Það vill engir henda mat.
Svo fórum við að stað og þegar við búin að fara í 2 búðir og 1 heiltvöslun, þá þetta að hringja alla hinn og segja við varum bara komið með miklu meira en nóg. Og ég var með vinnslueldhús þá upp á Skemmuvegi og fekk sjálfboðaliða úr háskólanum, úr umhverfis- og auðlindafræðinni og svo bara keyrður í gang bara góðu playlisti og það var akkurat engi veitingastæði þá niður í Norræna húsi. Þannig við settum upp hlaðborð þar, því þetta var náttúrulega miklu meira hráefni heldur en þurftum í einhverja súpu, sko. Endur með 13 rétta hlaðborð og ég skal matseðli allt í skitsó. Þetta kannski, ég hefði ekki kannski sett hann saman sem svona, þú veist, en allt hráefnið í hann fengum við úr þessu safni. Eina sem ég bætti við úr mínu einu eldhúsi var salt. Það var eina sem kom ekki. Og kom yfir 300 manns. Það var röð út úr Norræna húsinu, út á gang, út í gegnum bílastæði og langleiðin upp að aðalbyggingu í háskólanum. Hvenær var þetta? Sko, mér minnir þetta sé 2013, þetta akkurat þegar Dillið að flytja. Þegar þeir frekar en 14, ég hrikalega nefnilega í tíma, sko. En ég hitti Gunnar Kalla út á plani, sko, þannig að við var að tæma hana. En þetta gerði það verkum að ég bara fór ég vissi að þetta var vandamál, vissi að þetta var stórt, en að þetta væri á þessum skala hafði mig bara ekki órað fyrir. Nei. Þannig að þá kom Nordin upp í mér og bara sökti mér onni þetta og hef bara verið á bólakafi í ruslinu síðan. Það bara svona rétt og ég heiti í ákveðnum heildsölum bara Dóra ruslakokkur. Það sér hilla á lagarnum hjá ákveðnum stöðum. Það vera Dóra. Já, Dóra ruslakokkur. Og þannig að, þannig að það ekki nóg með að borði ruslfæði heldur, Ok, en þá sko langum að spyrja, finnst þér vera mikill munur á í dag og fyrir hvað, 20 árum? Sko, þegar ég byrjaði hérna fyrir rúmum 10 árum síðan, fólk bara vissi ekki hvað við vorum að tala um. Nei. Fólk bara horfði á mann bara í forundran og bara hvað ætlar að láta mig geta rusl, bara ætlar að láta mig borða bara eitthvað ónýtan mat og bara eins og maður ætlaði bara að fara að eitra fyrir fólki. Já, svo fer það að þorrablóð og Það er eins og síðasta veiðferðin það Kalli fór upp í ruslatununa hjá Krónunni og hann náði sér einhverja paprikur og gamla lönd og svona. Já, ég fann þetta ákveðin hópur sem að rusla, þú veist, þetta búið að vera alveg lífstíl hjá ákveðin fólki og ekki endilega af einhverju þörf heldur bara sína fram á það að kerfin okkar eru ónýtt. Það bara rosa mikið sóun. En það sem að mér hef tekið eftir, þú veist, það eru allt annað. Fólk veit orðið hvað við erum að tala, fólk eru meðvitað þetta vandamál. Rannsóknirnar sína hins vegar við höfum ekki breytt neinu. Ok, og hvað það helsta sem að þú myndir vilja sjá breytt? Hvað er fyrsta skrefið til þess að breyta? Fyrsta skrefið, það er búið að taka slattaskrefum. Eitt staðista skrefið sem var tekið það var breytt bara löggjöf 2016 sem skilgreindi dagsetningarnar notist fyrir og best fyrir. Já. Og þá sem þetta notist fyrir það eingöngu á mat sem getur orðið hættulegur ef hann komið fram yfir, þú veist, rækjusalatið, maður kannski ekki að fara að taka mikla sens á því. Og þú veist svona þessi tilbúni matur best fyrir fer á allt annað. Þá í rauninni bara líkur ábyrgð söluaðila og ef umbúðnar eru í lagi, þetta geymt við réttar aðstæður, lyktar rétt, lítur rétt út og það átti að vera í fínu lagi að borða þetta og þá mega búðir selja á afslætti eða gefa. Já. Fyrir þann tíma þá máttu það ekki. Ok, já, það svona, manni finnst það að vera svolítið nýtt á nálinni, sko. Já, þannig að þá kemur upp þetta sem þetta búðirnar mættu, þú veist, selja á afslætti og allt þetta og til dæmis eins og bara Netto með þetta system hann allt nýtt, þar sem við komum afslátta miði, þú veist, þegar að færi snær og fyrsta heila árið sem þeir keyrðu þetta, þá minnkaði matarsóun 100 tonn hjá keðjunni. Og þetta er minnsta keðjan okkar. Já. Minni heldur bónus og þetta er náttúrulega 100 tonn yfir árið? Yfir árið, já, sem að minnkaði hjá þeim. Og bara Netto? Og bara Netto, já. Og það er nefnilega það sem að sko fólk horfir á, þú veist, búðirnar, fólk sér svolítið búðirnar fyrir sér að þær hljóta að vera aðalsökudólkurinn. Nei, það er líkur annars staðar. Það má þá kannski reikna með því að það sé hátt í 1000 tonn sem er kannski að vera að fleia á ári, þú veist, með krónuna, bónus og allan pakkan, sko. Ég held að það sé miklu meira en 1000 tonn. Það er miklu meira en 1000 tonn.
maður hugsaði bara ef þú ert með 500 manns, ef þú hugsa bara ruslið sem að fer náttúrulega með í lífræna, þú mynd náttúrulega aldrei geta flokka þetta á milli rusl og það sem þú getur nýtt bara án þess að bara fara og ná í það sem að hægt að nýta. Þannig að þetta náttúrulega þessi 120 tonn eru flokkað sem rusl náttúrulega. En það sem sagt, Umhverfisstofnun heldur síðan utan rannsóknir á þessu og 2022 síðasta rannsóknin sem birt, síðasta stóra rannsóknin, þá var beitt í fyrsta skipti sömu aðferð og notuð í Evrópusamlandslöndunum og þá var farið í gegnum ruslið í allri virðiskeðunni. Fram á því höfðu allar rannsóknir verið þannig að það var sendur spurningalisti og það var svona frekar takmörkuð þáttaka og það má búast við því að þeir sem vildu taka þátt væri kannski svolítið meðvitað fólk. Já, en þetta ekki þá líka svolítið baráttan við að þú ert væntanlega þá að fara og tala við Umhverfisstofnun eitthvað ríkistyrt og þá ertu að fara að segja, heyrðu, við þurfum að fara að kíkja hérna betur ruslu og þá kannski bara, heyrðu, þá þurfum við að fara að ráða inn fólk og borga fólki og hitt og þetta og... Já, en það, eins og segja, Umhverfisstofnun bara ber lagalegt gilda, þú veist, við höfum bara skrifað undir alþjóðasamninga það að þessar rannsóknir þurfa að fara fram og það kemur semst í ljós 2022 þegar beita þessar aðferð að það eru 160 kíló á hvern einasta manns barn á Íslandi sem að fara í ruslið. Það reynd að blanda að bæði ætu og óætum, þú veist, þar með talið, þú veist, appelsínubörkurinn og bananahýðið og allt þetta og það ekki það sem fer í vaskinn. Það ekki alla mjólkuvöruna, það ekki allt kaffið, allir ávaxtasafirnir og allt þetta. Það gera semst að lágmarki semst 24.000 tonn á Þetta á ári. Svakalega tölur. Já, en þú veist, ímyndar þá bara að þú tekur eitthvað fylki í Bandaríkjunum sem að vera með milljónir manns. Já, ekki fara þangað. Já, og þú veist, maður þarf líka bara að hugsa bara, ok, hverju get ég breytt? Já, veist, ég geti bara að fara heim og grenja það ef þú veist, ef maður fær að hugsa út í það. Þannig að þá bara á maður ekki að vera bara breytingin sem maður vil sjá. Maður sjálfur að gera þetta heima hjá sér, að taka til í hvernig maður veslar inn og, svona, og passar upp á að vera að nýta það sem maður með. Sko, þannig að ég með góða laust fyrir svona heimilisfólk eins og það að flytja bara við hliðin á gróninni eins og ég. Þá labbaði ég bara þangað hver getur sem ég þarf eitthvað. Já. Mér finnst allt í lagi að fara, þú veist, reglulega í búðina og ná í eitthvað skoðastæðin fyrir að vera að fylla þetta allt og svo bara þurfa að henda alveg helling af því að maður vesla alltaf mikið. Já, ég tengi við það. Mér finnst ég henda miklu frekar eða keypt inn slatta, sko. Já, og þetta bara, þú veist, þetta nefnilega svolítið misjafnt líka hvernig hver fjölskylda tæklar þetta og það held ég bara svona lykilatriði vegna það sem komur líka ljósi þessari rannsókn 22 það að 48% þessari sóun gerist í frumframleiðslu, sjávarútvegi, landbúnaði og allt þetta, en það samt alltaf eftir að búa að skera upp grænmetið eða drepa dýrið eða svoleiðis og 40% heima hjá okkur. Veitingaþjónustan og stórmarkaðirnir eru bara, stórmarkaðirnir eru bara 3% og veitingaþjónustan var í kringum 6% og mötuneyti líka. En veistu hvernig bara veitingastæðir og svona framleiðslur eru að standa sig í svona? Sko það heilt yfir áþokkalega. Ég ætla ekki að taka dýpra í árinu, það vantar bara svolítið mikið á gögnum. Ég fram að þessari rannsókn 2020 höfðu bara ekki verið nægileg gögn þetta. Það sem náttúrulega gerist eins og við þekkjum bara inn á veitingastöðunum að það eru við erum farin að kaupa miklu meira tilbúð. Við kaupum fiskinn skorinn í skömmum, þú veist, þannig að við erum hægt að þurfa að hafa ágjur af hvað verður styrsluna, hvað verður hitt og þetta. Þannig að það færist kannski bara sóunin. Mögulega þess vegna sem að er svona hátala í frumframleiðslunni vegna þess að við erum bara farin að skilja hana eftir annars þar. Og það einmitt það sem ég svolítið að tala við krakkana upp í skóla að við erum að horfa á það sem ákveðna bara tækifæri og áskorun að þú veist, það er greinilega fullt að ráefnið hann úti sem rusl í dag sem að við sem fagmenn getum stigið inn í og reynt að gera vörur úr og gera að einhverju, þú veist, upcycla að ná að auka virðið þess í staðin fyrir að bara láta það enda í landfyllingu eða Já, ég meina með meiri Michelin menningu þá kannski væri það meira doable því að maður eins og ég hugsaði þetta, þú veist, maður er að hugsa eða þú ert með mikið að kunnum þá, þú veist,
þú þarft að ná að selja kunnanum ákveðna hugmynd líka, sko. Þú þarft, þetta er ekki nóg að gera bara góðan rétt, þú þarft líka að koma réttinum á diskin hjá fólkinu, sko, og það þarf að panta sér hana rétt, sko. Þannig þetta alltaf, mér finnst alltaf vera hlutirnir aðeins flóknar en hljóma, sko. Algjörlega, og ég meina, og ég hefur talsett líka að pota bara eins og í þjónana upp í skóla, ég meina, þú veist, þjónarnir og hverjum veitingstað, þeir eru að selja söguna, þeir eru að selja réttin. Og það eru þeir sem eru andlitið af öllir sköpuninni sem við þykjumst vera svo ógeðslega klár með að þú veist, að það skiptir gríðarlega máli að þau séu með okkur í liði. Ég meina, ég gleymi ekki þegar ég var að læra hann hérna nýr á Kaffi Óperu og Marian heitin, við lendum einhvern veginn í því að það klikkaði sending á lambafili. Bara, þú veist, og þetta var bara 60% helgarsölunni yfirleitt, var bara lambafili í einhverju, þú veist, þetta er hann fyrir aldamót, sko. Og við bara, maður, við áttum einhverja 10 skammta og bara, það borgar sem það bara taka það af seðlinum, þú veist, og Marian bara, nei, hvað segir, 10 skammta? Hvað, eigið nóg af laxi, eigið nóg af þessu? Já, bara, jú, við hefum nóg af þessu, ekki málið. Heyrðu, þá bara fór okkar maður, þjóðn allra tíma, sko, og á föstudegi, laugardegi og sunnudegi, þá fóru 3 skammtar að lambi. Hvað segir þið? Hann náði að stýra fólki bara í eitthvað allt annað. Hann stýrði þau bara í allt annað, bara með brosa vör. Mér finnst mjög gaman þegar ég fer á veitingastað og þá spyr ég oftast þjónin, hvað finnst þér best á seðlunum? Þú veist, það staðan fyrir að vera að panta alltaf, þú veist, eins og allir gera skilur eða að fá þjónin til að segja manni og það er oft bara... Þá þryggja rétt að tilbúið grafinlag, dýrasta dæmi á seðlum. Nei, það er oft verið að benda á eitthvað sem maður kannski myndi ekki vera að panta yfir höfuð, skilur? Já, en við náttúrulega, sko, erum ekki markhópurinn endilega bara, sko. Ef þú myndir segja mér og væri með einhvern svaka flottan kokk sem að væri með, þú veist, eitthvað lambaheila tartar, mér myndi finnast áhugavert og ég myndi alveg vilja smakka það, en svo ertu kannski með einhvern mann sem er ekki mjög involverað mann eða konu í þessum bransa og kannski ekkit vanur, þá er það líklegast að síðasta sem maður myndi banta, sko. Algjörlega, og mér veist svona áhugavert að þú sagðir, sko, bentir á Michelin menninguna, sko, sem er náttúrulega geggjuð og það er náttúrulega, þú veist, það er ákveðið drifkraftur í hugmyndaauki og svona framsetningu og svoleiðis. En við megum ekki gleyma því að massin af mat sem að kollegur okkar er að framleiða er í mötunetunum hérna út allan bæ. Þú veist, bara það er mörg mötunetti hérna í bænum í kringum 400-500 manns. Þetta eru svona 110 til 120.000 skammtar á ári, bara, þú veist, bara hádegismaturinn á virkundum. Akkurat. Já, og þarna erum við líka að sjá svo mikla aukningu í því að þau kaupa einmitt eins og talar unnin mat að einhverju leiti, búin að skera fiskinn eða búið að brauða snitselið eða búið að búa til bollurnar eða hvað sem það er, sko. Þannig að þá hefur ekkert trakk á þig í rauninni hvað þú ert að fá og hvað er verið að skilja eftir og svona. Það er skilja eftir og síðan er líka ótrúlega skrítin menning, þú veist, í þessum stóru fyrirtækjum, þú veist, það þykir það er ákveð gæðamerki að vera með gott mötuneyti, þetta er notað að mannustjórar í hverju fyrirtæki tala um það, þeir eru að ráða headhunta fólk og allt þetta. Það er mjög sjaldnast að fæstum stöðum sem ég hef komið inn í og haft samband við er fólk að skrá sig í mat. Þannig að kokkurinn styttur bara þar bara taka kristalkúluna á hverju mótni og bara, já, ég held að það séu 300 manns hjá mér í dag. Svo er ég með svolítið gott núna, þetta er alltaf vinsælt. Þá eru 500 manns. Þú veist, það getur verið bara, þú veist, munur upp á 25-30% á milli daga. Já. Ég er sjálfur með svona mötuneytisþjónustu sem er einmitt að bara framleiða mat í mötuneyti bara út allan bæ. Þar erum við einmitt með mataskráningu, sko. Já. Og það er mjög tölvöld einfaldara en það er samt mjög flókið. Það er sko því lengur sem við í þessu því meira sé það er engin lausn á þessu að því að segjum á sig með 10-12 staði þessi staður sko borðar mikið af þessu og þú er kannski að með endalaust að réttum hér og þar og þú veist og stundum er allt borðað upp til agna og stundum er ótrúlega mikill afgangur en samt er þetta ekkert búin að breyta tölunum, sko. Samt er þetta ekkert búin að breyta magninu sem er reiknað á hvern mann, sko. Nei, og síðan kannski, þú veist, maður veit ekki dæmis á þriðju hæðinni, þú veist, það var ammæli, þú veist, þannig að það var komið með risastóra köku og afgang á brauðtertu í morgunkaffinu, þannig að þú veist, það er engin svangur þegar það komið þér í hádegismat. Þannig að það er alls konar svona litli hluti sem er ótrúlega erfitt að vinna með,
En ég meina þetta er áskorunin okkar. Já, og þeir sem hugsa út í þetta gerir þetta yfirleitt vel, sko, og það er eins og til dæmis Umhverfisstofnun, þau gera þetta mjög vel og þar sem að ef það er einhver afgangur, þá er sko opið mötuneyti frá 12 til 1 og klukkan 12:30 þá er bara þeir sem er ekki búin að skrá sig með að koma og skrá sig í mat og þú veist að ef einhver kemur ekki þá getur þau tekið og keypt matinn hans í staðinn. Já, akkurat. Og svo bara hefur fólk verið að koma með box og taka þessi litlu afgangi sem eru þá eftir og þá er bara maturinn kláraður og það er bara matasóunum mjög lítil sem engin. Þannig að það er alveg til lausnir en oft þarf líka að benda á sko alla í samvinnunni sko. Það verður öll keðjan að taka þátt. Þetta er ekki hægt öðruvísi. Þetta er svona og það er meira en að segja það en þetta er svo flókið dæmi þetta er eilíðar vesen ég veit það en það er líka, þú veist, annars væri við lengur búin að lesa ef þetta væri einfalt þá bara ætla ég rétt sér svona að vona við myndum bara, þú veist, ok, ljóðum þetta gatt og ég meina að þetta kostar líka bara ógeðslega mikið pening það er bara ömulegt að henda mat það er líka sérstaklega að maður er búin að vinnuna að elda þetta og gera og þú veist, svo bara þú veist, það er bara glata, maður vill ekki vera að fylla, svo er maður dýrt að henda þessu bara fyrir utan það sko bara hráðniskostnað, svo ertu líka að hugsa út í það þú ert að henda hérna ákveðu mörgu kíló sem maður munur rukkaði fyrir líka sko. Akkurat þannig að ef þú ert í business og ætlar að safna smá pening þá er alveg peningur í rusli sko. Algjörlega og það þarf að vera með allar, þú veist, og síðan þarfum við náttúrulega líka að hugsa út í bara matvæla öryggi þú veist, maður getur ekki leyft sig hvað sem er þú veist, þess að við vitum bara þú setur ekki mátt ekki setja fram mat aftur sem hefur farið fram á labborð og svo framvegis. En þá ertu aftur komin í eins og mötuneytin sem eru með þá fyrirfram ákveðin seðil. Þú veist, segjum að sér með hakkbollur í dag og bara fisk á morgun. Þú getur ekki búið til seðil og reikna út að þú sért að fara að nýta matinn aftur. Maður þarf að búa svolítið til seðilin og hugsa bara að þetta er allt að fara. Það er eiginlega eina leiðin, sko. Bara því að, það bara gengur ekkert annað. Ekki nema að setja hakkbóluna í salatið næsta dag. Já, það ef þú ert með kjúkling eitthvað svoleiðis, þá er það náttúrulega... Nei, ég segi svona, ég er bara að fíblast, en hérna, já. Þetta kallar á svolítið skapandi hugsanir og skapandi lausnir og eins og ég segi, ég verið svolítið að fara inn í fyrirtæki með fyrirlestra og pælingar og bæði aðstóða inn í mötuneytunum bara aðeins að fara yfir, bara skoða ferðlan og líka heilmikið að tala grænmetisfæði. Ég er náttúrulega 8 ára og næstu grössum í 10 ár. Og þannig að ræturnar mínar eru talsveit grænar og og þetta er ákveðið vandamál hjá mörgum kollegum okkar að þeim vantar þessa þekkingu. Hvað finnst þið þá sojaprótein og og allt svona? Sko, þetta er ágætis viðbót en við eigum ekki að vera að nota þetta, þú veist, við eigum að horfa á þetta bara, þetta er nákvæmlega svo kjötfass. Já. Þetta er bara mjög unnin vara. Já. Þannig að hún er ekkit sérstaklega holl fyrir okkur. Það er bara þannig og sérstaklega líka ef við erum kannski í mötunetum margir kollegar okkar hafa bara hoppað á hann vagn og það er bara 3 í viku og upp með fólk sem er alveg grænkjörar og það borðar kannski í mötunetinu og það er búið að fá 3 sinnum hjá þér og svo ætlar að fara út að borða þetta er á öllu matselunum ef þú ætlar að fá þér eitthvað vegan þannig að þá ertu komið með þar líka og svo ætlar einhvern tímann að flýta þér heima þú ertu kannski fann að borða þetta 5 sinnum í viku það er bara ekki gott. Nei. En ég meina það er alveg til, þú veist, hipparnir kunna þetta, ég meina nota bönir eru bara snildar prótengja við náttúrunar og hræjóttir og sérstaklega við leggjum þær í bleiti sjálf og vinnum með það sjálf og það er bara, gallin er það líka við allir í markasetningu að sko gulrótin og blómkálið og bara þegjandi þurr nýrnabön, það er ekki virkilega að selja þetta vegna þess að það er ekki næg framlegð. Það eru aðilarnir með í einhverju glansandi pakningu og flökta slagorðum sem að það er verið að íta því að okkur bæði sem bara neytendum heima hjá okkur og okkur kokkonum hvort sem við erum á veitingastæði eða mötuneyti. Já. Og það er bara, við þurfum eiginlega svolítið að spyrna við og fara svolítið í bara ræturnar og bara elda mat. Já, og ég get alveg sagt það, ég bara sé það að það er alveg alltaf stöðu aukning í vegan réttum. Og eða þú veist, fólki sem að panta sér vegan og það er bara það er alveg, ég líka eins og fyrir mig það hefur alveg verið hausverku fyrir mig að vera að reyna að brainstorma einhverja, þú veist að því maður sem matreiðslumaður þú átti ekki að vilja staðna í neinu sko og
maður að reyna bæði að hafa jafnvægis ef það eitthvað spennandi í mati fyrir þá sem að borða kjöt að hafa eitthvað simila rétt, þú veist, þannig að fólki líður ekki alltaf eins og sé að borða eitthvað annað, þú veist, ég held að mín tilfinning svo að fólki finnst alveg gaman að koma og segja að það einhverjar Mexiko-vefjur og fá þá bara einhverjar Mexiko-vefjur líka með þá einhverju, þú veist, þannig að fólki svo ekki alltaf bara, já þau að fá lambalæri og ég að fá í sósu. Já, nákvæmlega. Já, þetta bara skiptir gríðarlega miklu máli líka og þú veist, akkurat að upplifum fólksins sé svo saman og síðan líka annað sem við vorum horfa bara, nú voru koma nýjar ráðleggingar frá landlækni mataræði og við erum að fara upp í 800 gröma grænmeti á dag segi ég og minka rauðakjöti niður í 350 gröma á viku. Var það ekki engin bjór? Á viku? Á viku. Ok. En var ekki talað að maður mætti ekki drekka bjór? Já, það svona ráðlegt að reyna að minka áfengisneyslu því að hún bara tengt alveg við helviti margt, sko. Ég sá það bara og þá hætti ég að lesa. Ég svo heppin í óþól fyrir humlum, þannig að svo lengi sem það ekki talað rauðvinni, þá ég sátt. Ég held að það væri bara áfengi. Það var eitthvað áfengi allt saman. Ég hætti greinlega að lesa bara næstu línum. Nei, en sérna, það sem skiptir líka gríðarlega miklu máli fyrir okkur sem erum að þjónusta þennan hóp sko, og það pirrar mig alveg óskaplega þegar ég fer og þú veist og það er sett upp eins og að sé einhverjar svona andstæður þú veist, hérna almenni maturinn og svo vegan maturinn þú veist, við eigum bara, þú veist, að geta sett saman seðlan okkar, sett saman hlaðborðin okkar og sett þetta þannig saman að það séu kannski bara 2-3 hlutir sem að þeir sem eru vegan sleppa. Já. Já. Þú veist, maturinn á að geta tala það vel saman því að það geta allir borða veganmat og sérstaklega ef hann er góður og spennandi og þá erum við líka að ná að auka því við þurfum öll að auka neyslu grænmetis. Já, en maður verður samt sko, sem maturíslumæður verður maður líka að fá að identify þessi sem ákveðna hluti líka að því að ég hugsa eins og ég lærði hjá Úlfari Finnbjörns og hann er náttúrulega með mjög mikið kjöti, vill bráð og þú veist það er svolítið hans sérstæða líka og maður verður svolítið að fá að embracea það líka. Ja, algjörlega en hann reyndar má eiga það hann lagði alveg mikið upp úr flottum grænmetisréttum líka sko, ég veist þeirna Wellingtoni grænmetis Wellingtoni hjá hann alveg geggjað, já, það var ógeðslega gott hann bara leit út eins og Wellington það var rautt í miðunni og þú veist bara sett bara grændað í bara sett í bara vél og þú veist með alls konar dóti og alveg hugsað og vafið og gert og fallegt, bragott og sásamt sko. Og alveg út flott margar flotta pælingar en það sem ég meina þú veist ég er alveg hrifinn af vegamat sko en ég hugsa að ef þú ert með sérstöðu þá máttu samt alveg líka fá að fókusa svolítið á það. Já og sjálfsög gera veitingastæðin það. Já. Og við megum heldur ekki gleyma því að það jáfnvel þó veitingastæðir eigi sína fastakúna það þýðir að þeir eru að koma 2 í mánuði. Já. Þú veist, förstustu fastakúnum er á high-end staðina. Á meðan við erum með, eins og ég segi, fólk, ef þú ert eld í mönduneti, það er með fólk 5 daga í viku. Akkurat. Það er bara svolítið allt annar pakki. Þannig að við þurfum líka aðeins að muna eftir í hvaða, í hvaða samhengi við erum að tala hlutina. Já. Bara svo lengi sem er líka metnaður fyrir að vilja gera betur og hlusta maður ánáttúrulega að reyna að hlusta bara á viðskiptavinnuna sérstaklega þú ert í þessu mötunetisbransa sem þú ert með mjög mikið af fólki það er örgulega mjög margir sem að fá eitthvað að borða og sér einhver ekki nógu sáttur að vill fá meira svona bla 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 og ekki bara við erum með 1000 manns við erum ekkert að pæla í þessu en ég held að það séu ef þú færið eitthvað eitt svona þá eru fullt af öðrum sem eru að hugsa það sama. Algjörlega og það sem við Íslendingar erum náttúrulega rosalega lélegir kunnar. Þú veist, við tuðum allstaðar annarstaðar heldur við fólki sem á actually heyra það. Já. Þannig að einmitt, og loksins þegar kemur eitthvað inn í eldhús eða í talningum þegar maður er með svona þjónustu út í bæ þar sem er kannski ekki bein lína svona til okkar sko, þá má einmitt alveg búast við því að það sé eitthvað búið að grassera inn á kaffistofu, þú veist, sem að þarf mögulega að stíga bara inn í sko. Ætli þetta sé út á bíómyndunum? Það er halda að fá bara punkhár í matinn eða eitthvað. Nei, þú veist, ég held bara, þú veist, við erum ógeðslega léleg bara Íslendingar í öllu, þú veist, bara það er alltaf tuðað allstaðar, annarstaðar heldur við rétta aðilann.
og þú veist, við erum ekkert undarskilin því sko í Ég held eldhúsunum að sko. við nennum bara ekki að díla við það. Ég held að við séum bara, ég bara nenni sér ekki, nenni ekki að tala við hann. Nei, nenni ekki að tala við hann, en ég ætla að segja Siggu og Já, Jónu og Gunna já. og bara öllum hinnum og skrifa hérna á Facebook status. Nafnlaust og matatips. Já, nákvæmlega, bara æ, come on. Já. En heyrðu, núna ætla ég ít á pásu varandi þetta græmmiti, sko. Hérna, þú hefur verið að fara svolítið til Ítalíu á þessa Slow Food Festival. Já, þetta er ráðstefna á hátíð og svoleiðis, já. Þetta er alveg í hvaða viku? 5 daga. 5 daga? Já, annarkvart ár í Torino og þetta heitir Terra Madre eða hátíð jarðar. Og ég fór, þetta er alltaf á sléttu tölunum, þannig að það var í fyrra 2024 og við fórum alveg góður hópur frá Íslandi. Við vorum 15 held ég frá Slow Food Reykjavík og síðan kom 20 manna hópur frá Skagafirðinum af smáframleiðendum og bændum. Já. Og við vorum hluti af 3000 delegates eða fulltrúum frá Slow Food samtökum í heim og það mæta svona rétt 300.000 gestir á þessa hátíð. Já, sæll. Okay. Og það er verið að tala mat, hvernig matur er framleiddur, þú veist hvað hann gerir, hvernig hann... Já. En er eitthvað borðað þarna? Er eitthvað borðað? Já, þú veist, hefur verið að gefa ykkur að borða það? Já. Ég hlustaði nú. Það eru bara bæði og síðan í samhliða þessu er Salón de Gusto eru bara ítalski smáframleiðendur með markað. Nú getur keypt allt sem þetta eftir í hug. Það eru endalausir svona street food básar og það eru svona heims eldhús, við höfum nokkur sem tekið þátt í því þar sem að við komum með eitthvað sem er sérstakt frá hverju landi og gefið smak og við vorum til dæmis með fulltrúa frá okkur í reyktu og gröfnu kjöti núna og það var náttúrulega farið með reyktan sauð, taðreyktan sauð. Já. Og hún Steinu Lilja sem stóð fyrir því, stóð við hliðina á 2 konum, annari frá Turkmenistan og annari frá Tjastistan sem voru með hrossakjött, grafið hrossakjött. Okay. Og Ítalíu sumir áttur frekar erfitt með það. og svo framvegis. Það er bara, þú veist, það er náttúrulega bara matur hvert sem litið er og mikið verið að spekular í því einmitt. Það sem Slow Food samtökin byggja á er það að matur hefur verið góður, hreinn og sanngjarn. Og svo þetta var bara náttúrulega góður á bragðið og góður fyrir okkur og góður fyrir jörðina. Hann hafa verið hregn, ekki bara einhver skviljón efni sem engin veit hvað eru. Þetta er bara svona, já, nokkuð beint af skepnunni og beint úr jörðinni og hann hafa verið sanngjarnt. Það hafa verið sanngjarnt fyrir okkur sem neytendur á kaupan og frumframleiðandinn á að fá sanngjarnt verð. Við erum bara að horfa á það og það er ekkert bara á Íslandi, heldur bara allstaðar í hinu vestræna heimi að meðalaldur til bænda, hann er að verða, þú veist, nálgast 60 árin sko. Og hvaðan ætlum við að fá matinn þá? Já, einmitt. Það er nefnilega, þetta er bara risastórt vandamál og sem við verðum að bara stiga inn í. Og þú veist, þú ferði inn í grunnskóla eða leikskóla og spyr krakka hvað það ætla að verða þegar hún er stór. Það er flugmaður og tannlæknir. Það er enginn sem segir bóndi, sko, nema að sé kannski einhver einn út á landi. Já, einhvers, og það er þá af því að viðkomandi er bara, þú veist, fættur inn í þann veruleika, sko. En þetta fólk lítur ekkert á þetta sem karriere opportunity. Nei. En það er búið fækkalega svakalega í bændastéttinni á Íslandi í þó nokkur ár, sko, og þetta fer fækkandi. Bara, það er svolítið sorglegt, sko. Já, og þetta er náttúrulega líka svo breytt jobb í dag. Já. En eins og hún segir, þú veist, þeir eru ekki að fá það sem það ætti að vera að fá, því að milliliðin er að taka svo svakalega mikið til sín. En það er líka, en ég meina, er ekki líka bara allt og harða reglur á slátrun, eða? Meðal annars. Væri ekki einhver lausna að einfalda heimaslátrun þá, ef við ætlum að staðan fyrir að þurfa alltaf að selja þetta út og flytja þetta í eitthvað sláturhús? Sko, og bara 100 kílómetra og guð mig góður, þú veist, af því við þekkjum gott kjöt þegar við fáum það í hendurnar, af því ég býst nú við því að bara það er enginn að segja mér það að gripur sem er búin að hanga á bíl í 10-12 tíma og bíða í 10 tíma sé ekki stresskjöt. Það er það bara. Það er bara þannig. Já, hjartalega saman. Það var fyrir, nú sko, er það gjörsamlega stólið úr með nafnið á bænum í Skagafirðinum, en þau eru sem búin að ná því í gegna, eru með örsláturhús og með eiga sem slátra og selja frá sér
það má slátra heima til eiginúta. Já. Það löglegt, en þetta einmitt að fá mega slátra og selja frá sér, það hefur verið dálítið mál. Þú getur fengið leyfi, en þetta er bara ekki þess virði. Þú þarf bara að... Þú ert að hlaupa sko endalaus hindrunastökk og helst bara byggja nýtt hús sem er bara með alla nýjustu tækni og þú veist, og bara aldrei að fara að svara kostnaði. Það þarf einmitt bara fólk sem hefur mjög mikið sem sagt bara frjóskupúka og svoleiðis sem er farið í þetta. Já, en þarna erum við komin í allt og, að mínu mati, allt og mikið að reglum. Ég meina, fyrir 100 ári síðan þá var slátra bara út í garði, þú veist, það er alveg hægt að fara millivegin, held ég. Já, algjörlega og það var gerð rannsókn hérna fyrir einhverjum árum síðan þar sem var tekið bara farið þar sem fólk var að slátra heima og tekin öll bara helstu sýni bara þú veist, öll þessi heilbrigði sýni og annað slíkt og það kom bara í ljós að það var bara heimasláturinn hvort sem hún var bara úti í fjárhúsi eða í gálga yfir traktum, þú veist, hún kom alltaf betur út heldur en í stóri sláturhúsum. Ég var einu sinni í Vietnam fór með hópa litlu vespu inn í skó og upp á einhvern hólana og þar var einhver bar með lúsum hundi og litlu barni og svona 4 Vietnamum, allir berar ofan og drulluskítur. Þeir fóru með okkur fyrir aftan, við áttum að benda á kjúkling sem að þeir fóru á slátruðu og bara elduðu fyrir okkur. Það var bara fýtt kjúklingur og enginn fekk í maðan og allt er góð. Nei, og það er alltaf að hefur verið ágættisregla þegar maður hefur verið að ferðast svona Suðaustur Asíu og svoleiðis. Ef maður horfir á matinn steiktan eða eldan, þá er hann safe. Já. Ég myndi aldrei láta eitthvað sem hefur legið, þú veist, er svona morvolt, ekki treysta því. En ég var alveg ruthless sanna. Ég smakkaði allt á öllum götumörkum og bara stálmægi. Vinur minn fór í 7-Eleven, bensinstöðuna, keypti sér einhverja skinkusamloku þar, át hana og enda á spítala bara með næringu í æð, hann fekk svo slæma matareitrun. Þannig að þú veist aldrei hvaðan þetta kemur. Nei, og síðan er líka ákveðin kostur sko, eins og einn góður benti mér á sko, þú veist, þú ert í Víetnam þú átt að borða matinn sem að Víetnam að borða það er það sem þau þekkja, það er það sem fólki kann og veit hvernig á að meðhöndla og vinna með. Nema það séu hundar. Ef ég væri, nokkuð sem ég myndi smaka ef ég væri þar sko. Já, ég sá hund sko á teini. Það var alveg svona, ég myndi smakka nefn að það var fallega presenterar á disk og ég hef ekki þurft að horfa á, þetta er aðeins svo nálægt mér finnst mér. Eins og örugglega bara Ítali með hestana sko. Já. En þarna kemur, þú veist, kannski maður svona ruthless að vera alveg upp í sveit og hafa, þú veist, haldið í hotnin þegar var fallegu lömbunum voru skottin. En varstu þá ekki með einhvern hund með þér sem var að smala þessu og svona? Já, þú veist, eins og ég segi, ég myndi ekki gera það hér á landi af því hér er ekki hefðin fyrir því. Ég myndi ekki treysta mér í það. En auðvitað er það samt alveg rétt hjá þér. Þetta eru bara matavenjur allan heim og ef þetta er gert rétt, þá er þetta náttúrulega ekkert verið en annað. Nei og mér ég átti að grænmetisveitingastað í mörg ári en er samt aletta bara mér finnst grænmetis svo heillandi ráefni en mér margir grænmetisveitur hafa einmitt bent á bara þú veist af hverju þessi tegundahyggja af hverju megum við borða sumdýr en ekki önnur bara hvað er svona lógikin í því mér er svona skemmtilegt að velta því upp. Já. Það er svona, þú veist, án þess að þetta er svona rhetorical question, ég áttu vona svari. En ég meina, er það ekki bara bragðið, þú veist, erum við ekki bara að borða mest af lambi og nauti og svíni að því að þau eru með einkennandi fitu sem að gefa einkennandi bragð? Erum við ekki, ef við værum að borða krokodíla og allt svona fitulaust dýr, væri þetta ekki allt eins og bragðið svolítið? Ég meina, þú veist, krokodíl er náttúrulega bara basically eins og kjúklingur en hann er aldrei mikið grófari. Já. Þannig, þú veist, en það er, já, kanína líka, það er ekki fitt á þessu. Já. Þannig að það er bara fyrir eftir hvernig maður höndlar þetta. Já, en þá ertu náttúrulega bara að bæta bröð við, sko. Já, eins og alltaf. Þá gætur alveg... Þess maður gerir með kjúkling. Ég held að það sé bara einfaldara líka að rekta kjúklinga heldur en krokodíla. Já, allavega, þú veist, ég treyst mér frekar til að lappa í kjúklingastíunni, sko, heldur en í krokodíla. Já, þetta eru áhugaverðir vinklar sem eru tegnir hérna, svo ekki sé fastar orðið kveður. Það er hérna, já, en sem sagt, já, þetta kom allt út frá hátíðinni þarna út á Ítalíu, þar sem að hérna
já, annað hvert ár og þetta lifti manni alveg upp á annað plana að taka þátt í svona alþjóða samstarfi og alþjóða vinnu. Þú kemur alveg reynslunni ríkari tilbaka væntanlega og... Já, og maður, svona, hvað ég segja, svolítið svona, maður fær smá von í hjartað og svona, já, því að það sem líka, þú veist, eins og segir, matarsóunin bara eitt af einkennum þess að kerfin okkar eru ótrúlega lömuð þegar kemur af mat. Þetta ábara við matvælakerfi heimsins. Og bara, já, 1 af hverjum 4 með alvarlega offitu, þú veist, í heiminum. Það svakalega mikið. Já. En 1 af hverjum 8 fyrir að sofa á þess að vera búin að ná að næra sig við daginn. Já, vá. Þú veist, þannig að þetta bara, þú veist, þegar maður horfir á það, bara þetta pínu þungliti, sko. Bara vonlaust, þetta alveg von. Þess vegna alveg nöðsilegt að fá smá byr í undir í hjartáð og svona aðeins að vilja, því ef við gerum ekki neitt, ef við horfum bara hináttina og segjum bara, þú veist, það er hvað sem er ekki neitt sem ég get gert, þú veist, ímyndaði hvernig þetta í Texas, þá breytist ekki neitt. Nei. Það alveg pottitt og við vitum það að landbúnaður, þú veist, að því nú erum við að horfa þú veist, loftslagsbreytingarnar, þetta einhverja stæðstu áskoranir sem við sem mannkyn stöndum fram yfir, við vitum það matvælaframleiðsla heimsins ábyrg fyrir svona 30-35% af losun allra gróðurhúsalofttegunda. Matarsóunin ein og sér talað 8-10%. Þannig að þú veist, þetta er svo gigantist, þannig að það sem við veljum að gera skiptir gríðarlega miklu máli og við mögum aldrei gleyma því sem kokkar, við erum áhrifavaldar. Já. Við sitjum hérna ógeðslega góð með okkur í einhverjum podcastætti, en ég veit að, þú veist, hvað hafið þið gefið margar uppskriftir í gegnum tíðina í einhverjum blöðum eða tímaritum, vefsíðum, eitthvað svoleiðis. Almenningur sem hefur ekki þekkinguna, hann treystir á okkur. Já. Þannig að það að við séum að segja hvað erum við að presentera fyrir meðal Jón og Jónu, þú veist, þau eru að ákveða hvað þau ætla að elda í kvöld, þú veist, ætlum við að segja þeim að þau eiga að kaupa krokodílinn og vera með rosalega skemmtilegt, þú veist, sér innflógin ber frá Perú eða, þú veist, og aspas í desember eða... En þarna ertu til dæmis bara, þú veist, ég hugsa alltaf beint til avokado þegar þú talar svona innflutt. Hvað ætli við borðum mikið avokado í Íslandi? Við borðum ógeðslega mikið. Ég hætti fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan að taka þátt í avokado-lottóinu því maður tapar alltaf. Það er annarkvort ónýtt eða bráðlega hart. En ég kaupið það frósið. En ég man bara eftir þegar að mér var bent bara á þetta í fyrsta skipti. Bara, þú veist, þú fer út í búð, þú kaupir avokado og þú pælir ekkert meira. Þú bara ert að kaupa þér avokado. Í rauninni ertu samt bara að kaupa vöru sem er bara flogin bara 1000 kílómetra frá einhverju allt öðru landi, svo sest þú og opnaður eitt avokado og farir avokadodóst. Já. Það er alltaf netuna líka, það er svo mikið að vöru. Bara allt, þú værir annars bara að borða rófur og gulrætur. Já, sko, já, það er hægt að einfalda þetta svolítið meira vegna þess að flutningur, já, hann hefur gríðarlega áhrif, hann hefur bara svakalega áhrif á þetta. En ef við náum að halda flutningum á sjó eða landi, þá var mun minni áhrif heldur en ef við fljúum. Já. Og avokado, þess að ég kaupi frósið avokado. Það kemur fyrst í gáma og það skiptir einhver máli hvað það lengi og þá er ég náttúrulega nokkuð með vissum það að avokado sem ég kaupi, ég get notað allt. Það er ekki 50% ónýtt eins og við þekkjum öll úr netónu sem við kaupum. Hins vegar, þú veist, ég var bara út í Krónu núna í síðustu viku, þú veist, og það var bara heilu fjöllin að jarðarberjum og bláberjum frá Perú og Marokko. Við vitum það að þetta hefur innan við 7 daga geymslutíma. Þetta kom með flugi. Já. Það skiptir svolítið miklu máli. Ef við náum að þú veist, að því að við erum ekkert að fara bara í rófur og súrmat. Við erum orðin það góðið. Jarðarberjur eru bara líka svo góð. Þau eru það, ég er svo heppin, ég flutti upp í sveit. Ég bý hérna rétt hjá Reykholti og Flúðum og svoleiðis, þannig að það eru semst búin að vera ræktuð jarðarber í alla vetur. Ég er búin að fá mér íslensk jarðarber. Og þau eru líka geggjuð. Þau eru bara æði og bara þú veist, maður fer í hérna litlu sólskinsbúðin á Flúðum og hérna kaupir jarðarber sem hafa aldrei farið inn í kæli. Svo gott. Geggjað. Já, það er bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara algjör forréttindi. Þú veist, þú kaupa tómata sem hafa aldrei farið inn í ískáp. Og bara voru týndir í gær
Já, einmitt. Það bara, þú veist, og þetta náttúrulega forréttindi okkar og við eigum að vera miklu duglegir að nýta þetta. Já. Ég þekki eitt sem var með einmitt að rekta hann á Laugabakka Já, og var með jarðarberjarektin já, og þetta var sendt síðan með flutninga aðeila í bæinn og til garðvirkju hérna, hvað er þetta? Sölufélagsins. Og síðan þetta komið í búðinar, þá var þetta bara orðið ónýtt. Að þetta fór í einhverjum trukki sem að var með kælinguna alveg svoleiðis í botni sem að má alls ekki gera með jarðarberinn, sko. Og þá, þú veist, var hann bara ónýtt þegar hún kemur í hyllunar. Það er bara ömurlegt. Og svo líka, sko, annars sem alveg sérstakt áhugamál hjá mig líka, að því nörd, að hérna, við erum að horfa á starfsmenn í grænmetisborðum búða. Þú veist, fólk, þetta er ekki menntað fólk, þú veist, það er engin menntun til fyrir starfsmenn grænmetis. Bananar er að byrja með námskeið núna fyrir starfsmenn, þú veist, Haga. Þeir eru að byrja á því núna. Þannig að, þú veist, fólki bara veit ekki eins og hvernig á að ganga þetta. Það verður gerður ótrúlega huggulega skreytinga með tómutum og gúrkum svona sett saman. Þú veist, við vitum það að þá átti ekki að geima neitt við hliðina á tómat. Það bara, hann gefur frá sér hérna gas sem að eyðileggur allt. Kartöflurnar undir flenni ljósi. Þú veist, þannig að það er bara, þú veist, okkur vantar svo mikið bara þekkingu og virðingu fyrir matnum okkar, bara allstaðar í keðjunni. Og það er líka held ég búin að fara bara vestnandi, bara ég held að fólk, þessi fullt af fólki en úti sem að gera sér engan grein fyrir hvað matur kemur. Það er bara kjúklingur kemur bara búðinni. Já, já. Og ég held að kemur bara KFC-fötunni. Og ég held að það sé bara að fara vestnandi, að tenging okkar við bara hvað matur er í raun og veru fari minkandi, sko. Algjörlega. Því miður, ég held að það sé bara alveg harfrekt hjá þér. Það er svona kemur nú að okkur, strákar. Við þurfum að vera kyndillinn, ljósið sem hann lýsir og vera fyrirmynd í góðum siðum. Já, ég lærði mikið þetta í MK og þeir voru svolítið mikið í þessu að benda manni á vannýtt hráefni og bara sjálfbærni og hversu mikilvægt það var og ég hef aldrei hugsað þetta aldrei pælt í þessu og þetta fannst mér mjög háðvört að þeirra og svona breytti aðeins minni sína á þetta, þannig að það er hægt að byrja einhver staðar hana og það er best að byrja bara í skólanum að opna augun á fólki fyrir svona hlutum. Ef við gerum þetta ekki í skólanum, hvar þá? Þú veist, það er bara alveg nauðsynlegt. En svo er þetta náttúrulega líka, þú veist, það er mikið að pæla í þegar maður er matreiðslumaður og sérstaklega þegar þú ert að pæla í öllum þessum hlutum, að pæla í hvað þú ert að kaupa inn og starfsfólki og matselum og veitingastöðum og bla 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 bla. Svo þarfst að borga leiguna og þú þarfst að borga launatengdugjöldin og bara allt þetta, já. Svo ertu með 16 ára úlinga og bara 5 skall á tímana því að klukkan er 6 og þetta er svona þetta er eilíðarvesen og það er alltaf eitthvað. Þegar þú slekkur einn eld þá kviknar 2 í viðbót. Það er bara þannig. Það er bara algjörlega þannig. Sko ég var svo innilega að vona að bransin okkar myndi, þú veist að þú veist, hann náttúrulega lenti illa í því í COVID eins og við vitum öll og það er bara, þú veist, margir staðir sem að fóru undir. Svo fóru þetta bara alltaf hratt að staða aftur. Ég var svo innilega að vona að við næðum að koma upp einhverju skynsemi til dæmis í vaktaplönum. Að það væru tvískipta vaktir. Þú veist, það eru 20 og eitthvað ár síðan ég voru út í Ástralíu að vinna. Og þá var mjög vinsæll staður sem var opinn bæði hátinn á kvöldin og þá voru 3 vaktir í rauninni í gangi. Það var 1 í fríi og síðan 1 sem tók morgunvaktina sem byrjaði 8 og vann til svona cirka 4. Kvöldvaktir mætti 2 og lokaði. Þannig að það voru þannig 2 tímar á dag sem að báðar vaktirna voru að vinna saman. Tóku þá bara alveg mega prep, góð samskipti og allt þetta. Og þú veist, og það voru bara, þú veist, það var bara fólk að vinna sem hafði bara verið kokkar í 30 ár og bara gæti ennþá staði vaktina. Já, þetta er alveg brútal ef þú pælir í því bara, ef þú mætir alltaf í vinnuna í álagsvinnu og það er bara tímapressa, það er vinnupressa, bara þessi veikur þú verður að koma auka og allt þetta, þú veist, þetta er alveg massa dæmi, sko, og þú veist, þetta er fljótt að ná manni. Þetta er fljótt og svo höfum við líka búið til í kringum þetta, þú veist, þetta er ákveðið svona kúrikastælar kringum þetta, hefur alltaf verið. Ég meina, þú veist, þegar ég var að læra, sko, þá var ég nú 27 tíma á dag, alveg bara 9 daga vikuna og þetta er ekki hægt að væla maður, hvað er bara, þú veist, það hefur verið svona þessi stemming, en síðan er
ég bara vitum hérna, ég meina við þekkjum örugglega öll, alveg slatta fólki sem hefur drukkið allt og mikið, tekið allt og mikið í nefið, þú veist, eitthvað til að kæra sig áfram og svo bara annarkvort dáið í dag eða bara alveg gjössamlega koksónýtt og komið í eitthvað allt annað. Já. En mér finnst líka bara að vera svo mikil aukning í því að ungt fólk bara gefist upp á vaktavinnunni, sko. Sem betur fyrir vegna sem það á að geta bjóða okkur, eða þú veist, við eigum að geta, þú veist, unnið þetta sem vinnu, en ekki að maður þurfi að, sko, svo sýsti mín sagði, hún ætlaði nú þegar ég var búin að var að klára að læra þá ætlaði hún að stofna hagsmunasamtök fólk sem vissir vini og ástvinni í veitingabransan. Því að þú veist, maður bara hverfur. Maður fer bara inn í þetta, allt í einu maður bara orðin og allt eru tímaplani, heldur nú allir hinir og allir hinir í fjölskyldunni. Þú veist, jú, þetta var ógeðslega gaman, maður var í kringu tvítugt og þetta var þá bara vinahópurinn og þú veist, og ég bara fullt af frábærum vinnum og svoleiðis sem ég kynnast á svona tíma. En þú veist, maður verður með fjölskyldu, ekki séns. Nei, og það á að vera hægt að stunda atvinnuna sína sem þú eyðir, þú veist, 4 árum í að læra og ef það er ekki hægt að tvinna það saman og þú getur lífað eitthvað sem eigi að heita normal líf, þá þurfum við að skoða hvað í gangi. Já, ég tengi mikið við það einmitt að ég, sko, fyrir svona 2 árum þá hugsaði ég bara, ég fara aldrei eftir í vaktunum. Það var bara minn tími bara komin þar, sko. Og einmitt komið með barn og allt þetta en svo er það náttúrulega svo misjant, sumir hafa bara þetta í sér að þeir bara lifa fyrir þetta og það er ekkert allir þar, ég viðurkenni það fúslega, sko, að ég myndi aldrei nenna að gefa allan minn tíma í að búa til mat. Ég elska mat og bara geði gaman að mat og vil pæla í mat, en ég hef líka gaman að lífinu og barninu mínu og vinum mínum og öllu þessu, þú veist. Já, þú vilt að barnið þekki þig, ekki bara þú þekki barnið að þú ert með mynda því. Já, þú veist, en það er náttúrulega, sko, kona mín er ennþá í bara brjáluðu, endalaust, hún dýrkar það og á meðan hún dýrkar það, þá er það náttúrulega bara geggjað. Já. En svo væri maður alltaf til í samt að það væri eitthvað á móti sem að væri grípandi fyrir hinna. Mér finnst fínt að, mér finnst gott að vera í mötuneytismat, sko, mér finnst það bara geggjað. Ég meina, og við vitum það bara launalega, þú veist, stóru flottu mötuneytin hérna eru, sko, með bestu launin þó þú sért ekki að vinna á kvöldin, sko. Já, náttúrulega það er erfitt, sko, að fara samt úr vaktavinnu og fara síðan í dagvinnu, sko, og fara svona... Þetta er svona svo kvöldu endastöð. Það ekki? Kannski. En nú er ég bara 30 og komin á endastöð. Það er alveg bara búin. Já, ég meina, og þú veist, eins og ég segi, er það ekki samt svolítið skrítið að bransin okkar sé að gera það að verkum að þú endist ekki í því sem við erum mentuð, því að nú er matreiðslu námið, þú veist, þetta er sett upp, við erum þjálfuð til þess að vinna á veitingastöðum, við erum þjálfuð til að vinna á high-end stöðum. Það er bara það sem þjálfunin okkar er og alla pælingarnar og allt þetta sem, þú veist, og ég spurði bara nemendum mínum daginn hvað margir ætlaði að fara að vinna í mötuneyti, það var engin sem að kannaðist við það, sko. Nei, ég náttúrulega var kannski aðeins eldri en margir þegar ég byrjaði, sko. Þannig að það er, ef þú ert 19 ára tvítur og þú veist, þá er þetta bara geggjað sniðut fyrir það að fara bara út og upplifa og fá að taka þátt í því umhverfi. En svo leður orðin 30 og svo ferð að sjá bara, já, ok, nú ertu einhvern veginn hægt og rólega að vera elstur á vaktinni og svona, og þá var maður svona, já, kannski bara tími til aðeins að fara kúla, sko, slow down. Já, algjörlega, og þetta náttúrulega er og þetta verður aldrei eitthvað eitt svar frekar við nokkur öðru, því við erum bara mismunandi einstaklingar og svo segir, sumar hafi bara rosalega gaman að þessu, sumar eru tilbúinir í þetta. Já, en það er alltaf þessi hroki samt í fólkina úti, og þú eru enginn að viðkenna að sé að fara í mötuneytisvinnu, sko. Það var nú eitt góður sem ég ætla ekki að nafngreina, sem að sagði mig, já, Bjartur, það get ekki allir verið í meistaradeildinni, sumir þurfa að vera í bumbuboltanum. Og ég var bara sáttur, ég er bara góður í bumbuboltanum, sko. Já, ég meina, og í sjálfu sér, sko, þetta er ekkert síður krefjandi sem vorum að tala um áðan, ég meina, þarna ertu bara með fólk í aðalmáltíðir, að flesti líta á, þú veist, sem er í góðum mötuneyti, þetta er aðalmáltíðin, svo er bara snarlað kvöldið, sko. Ég meina, 120.000 skammtar. Það skiptir svolítið mála þetta sé í lagi. Já, þetta er líka bara krefjandi og spennandi og það... Algjörlega.
það nefnilega málið sko. En þetta já, mér finnst þetta líka að því nú, þú veist, umræðum sjálfbærni og allt þetta, alltaf að aukast og farið að svona að rýna í það og við höfum kannski stundum verið svolítið mikið að horfa bara á umhverfisvinkilinn sko og akkurat, þú veist, er þetta innlent eða allt þetta. Það er líka mikilvægt í sjálfbærni að við förum þannig með starfsfólkið okkar og hvað sem það erum við sjálf eða ekki að það endist í vinnu. Því það er ógeðslega dýrt að vera alltaf að þjálfa upp nýtt starfsfólk og það er rosalega dýrt að við séum að missa fólk út úr bransanum okkar bara bráðungt og þá er ég ekki að tala um þeir sem að fara í mötuneytið því þeir eru náttúrulega ennþá í bransanum okkar en þú veist, hvað eru margir kollegar okkar orðnir sölumenn hérna á hennum ýmsu vöru mjög margir Svo eru líka þessi staðar út á landi sem eru að flytja inn fólk bara til þess að fá fólk í vinnu Já, og hérna í bænum líka sko Já, þú veist, ímyndaðar eins og ég þekki eitt sem er einmitt í því og hann sagði að versta við þetta er á hverju árið þá er ég alltaf að byrja að kenna ykkur að skúra Já. Þú veist, alltaf byrja upp og nýtt að kenna svo kemur næsti, þá ert að kenna honum kemur næsti, þú veist auðvitað væri bara best að allir gætu bara verið sáttir og haldi bara að þú mætir í vinnuna og þurfur ekki að fara að finna nýja vinnu eftir ára þegar þú ert alveg búin hér og svo verður ára annar staðar alveg búin þar og en þá dugar fólk ekkert lengi á sama staði í okkar bransa En talandi um það nú langar mér aðeins að skipta gír og þú lendi í ykkur burnout varandi vinnuna Já, ég hljóp á helvítisvegginn 2011 Það voru allir að segja við mig passaði, þá bara bætti maður bara aðeins í Akkurat og þá var ég semst að reka mitt eigið fyrirtæki og það bara gekk helviti mikið á við vorum búin að vorum að það með á næstu grössum, vorum okkur sama með það og við opnuðum útibú í september 2008 þið munum hvað gerist þannig í byrjun október það sama ár þannig aldrei að taka svona fjárfestinga einhverjum hugmyndum frá mér, það eru trúlegast mjög slæmar, ég er ekki góð með tímasetningar en við náðum að kæra í gegnum svona mesta hruni og svo bara kláraðist batteríin það var bara nákvæmlega þannig og þegar maður var bara búin að vera að vinna alla daga og alltaf einhvern veginn bara láta hlutina ganga, það þurfti að borga leguna og það þurfti að borga, þú veist, starfsfólkinu og launatengdu gjöldin og allt þetta og ég vil ekki vera að borga sjálfum sér Nei, maður setur sig alltaf aftast í röðina algjörlega, sko. það er bara þannig og þannig að svona minn lágpunktur var einhver dag í ágúst, mann nú ekki nákvæmlega hvaða dag en það var fallegur dagur, sunnudagur og ég hefði verið að keyra morgunverðarveislu morgunin bara sem var aðfenda eitthvað 8 eða eitthvað svo er ég að fara heim fara heim og hún Kópavogi og ég er á Reykjanesbrautinni og ég ég veit að ég er í bílnum ég skil ekki hvað ég er að gera ég hef enga tilfinningu fyrir hvert ég er að fara, af hverju ég er að fara, af hverju ég er þarna ég finnst ég ekki kunna að keyra þannig að ég svona náði að beygja út af, það var bara smá mön þarna og þú veist fór bara út úr bílum og satt bara út í vegakanti og öskur grenjaði þarna í einhverja klukkutíma þá til að svona bráði nægilega mikið að mér til þess að ég treysti mér til þess að róka þarna í bílinn minn ég kann að keyra bara á ég heima Hvað segir? Það var bara alveg þar Og var þetta þá myndir bara að lýsa í þannig eins og hafi bara verið búin að íta þessu þá það mikið niður þangað til að allt í einu bóksi sprakk bara tablan sprakk það er bara þannig og þetta tók mig alveg og ég sjálfur sér ekki búin að ná mér alveg af þessu og fólk hefur lýst í og mér hefur fundist að svona lýsa þessu nokkuð vel sko það er bara eins og það springi öryggi það er ekki hægt að setja jafn stórt öryggi aftur þú veist, maður var með 32 ampera það er bara 12 þú veist, það bara hleypur ekki meira í gegnum sem leikur bara eins og tekið eitthvað part eitthvað og bara sem hún nærði ekki að púsla aftur Nei, það er bara farið þetta ákveðin pakki þetta er algjör vippi svo, því ég er náttúrulega svo hélt samt áfram að vinna ég tók mér mánar frí og fór síðan hélt áfram að stofnaði annað fyrirtæki og fór að stað sko sem ég hef verið að rekast að myndir að sjálfur mér frá þessum tíma og ég er bara, hvað með góður þú veist, ég er bara eins og
augunum mér, ég er bara steindauð. Ah. Það er bara, það er ekki lífsneisti. Bara, já, shit, hvað maður var að slæmast það. En einhvern veginn, eitt skref í einu og ég fór í heilmikla bæði sálræna og andlega vinnu og alls konar svona pælinga til að reyna mjaka mér út úr þessu hægt og rólega og sem betur fyrir, ég á rosalega mikið á góðum vinum sem hafa staðið með mér alveg bara þjættingsfast og gripið mig. Er einhver svona samtök eða eitthvað svona sem að grípur sérstaklega þá kokka eða eitthvað sérstaklega staður sem að eins og kokkar geta að fara á? Ekki sem ég veit um. Nei. Og við höfum ennþá erum við einhvern veginn svona hnussum þetta bara svolítið fram á okkur. Við bara hættum í vinnu og förum í sólimennsku. Já. Eða kennslu. Já. En hvað með virk? Þeir ekki... Jú, það er náttúrulega virk náttúrulega svo sem ef þú hættir ferðin í, þú veist, inn í það kerfi, þá tekur virk náttúrulega móti. Og þau eru stofnið þannig að 2011-12 ef ég mann rétt einmitt til þess að takast á við alla þá sem hefur voru komin með langtíma atvinnuleysi eftir hrunið. Af því að það allt í nú bara hérna erum við bara með vandamál. Og ég veit þó nokkuð slatta af kollegum okkar sem hafa nýtt sér þjónustuna og sem er bara frábært, sko. Ég er einn af þeim. Já, akkurat. Ég tók svona svipaðan pakka en kannski fór ekki alveg hann út í kant með bílinn en var alveg held ég í 1 ár hjá Reykjalundi og gegnum virk líka og þannig að ég get tengt við þetta. Og það sem að sko ég hefði ekki trúað því þú veist hvað þetta er svona líkamlega sárt og bara þú veist þegar maður missir svona maður alltaf verið þú veist manneskjan á fullu með allt á hreinu og alltaf boltan á lofti út þegar maður bara það er bara ekki hægt það er bara búið partur af identityinu einhvern veginn bara farin á einu bretti bara. Algjörlega. Og þetta er algjör viðbjöður. Ég myndi ekki óska mínum versta óvin að lenda í þessu. Bara algjörlega ekki. Og mínu tilfelli vegna þess að ég fer síðan var að reka þarna Kulínu veisluþjónustu frá 2012 til 2018 og svo fer ég bara vinna meir út í kennsluna og ráðgjöf og síðan að vinna á Sólheimum í Grímsnesi. Og svo greinist ég með krabbamein 2021 og og núna fórst fullt brjósnám, full lyfjameðferð, full geislameðferð, ég er í eftirmeðferð og eitthvað svoleiðis. Það er ekkert með við hitt helvitið. Já, ok. Hvað segir það? Það er bara... það er svakalegt. Það er svakalegt. Það er bara, ok, ég ætla nú ekki að segja ekkert, en veistu að hitt er og hefur haft meiri áhrif á mig sem manneskju, sko. Og er það þá kannski að því að það er svona meira var tengt því hvað þú væri búin að keyra þig sjálf út og hafði meiri stjórn á því hvernig það var? Gæti verið. Já. Það er bara mjög góðu punktur, sko. Ég býst við því að því maður veit upp á sig sökina. Það voru alveg margir búin að pota í mann, sko. Að því ég ímynda mér, ég er náttúrulega ekki sjálfur en mamma greindist með krabbamein og veit vin sem með að díla við þetta núna að þú veist, þetta er svona eitthvað sem þú hefur enga stjórn á, þú veist, þetta er ekki hægt að segja að þú hafi valdið þessu með að ofkeyra bla bla bla, veist, þetta er bara eitthvað svona þú hefur ekki stjórn á og svo grípið mann held ég ansi vel allan algjörlega, ég bara, þú veist bara erfasti parturinn var náttúrulega býðið til greiningunni eins og bara ég held að allir sem að fara í gegnum þetta segja það, sko, sem leiðum maður komin inn í mitt, þá er bara, tekum maður eftir í að kerfin okkar eru bara mönnuð af einstaklega færu og góðu fólki. Já. Og ég er svo glaður skattborgandi í dag, sko, eftir það er sko ekki tengið einn svört vinna lengur. Nei, veist það í alvörunni, þetta er bara, þú veist, kerfin okkar þau lífa á þessu og þetta er bara talandi svörstu atvinnustarfseminni í okkar, þú veist, við eigum að segja þessu stríð og hendur. Já. Við eigum ekki að taka þátt í þessu. Maður gerði þetta hérna áður fyrir, sko, þegar maður var ungur og vitlaus blautur bakur eyrun, sko, en í dag, þetta mér, ég hef alltaf til huga, sko. Þetta er líka, sko, fer held ég minkandi bara eins og á þessum minni stöðum og svona, sko, ég veit að veitingastæðir voru náttúrulega kannski meira að þessu þegar það var meira að vera að borga með peningum, sko. Núna er mikið náttúrulega flest allt bara rafrænt, þannig að þá er ekki þóra kannski að borga eins mikið að svörtu og
Ég var ekki bara í fréttum núna daginn að það var rassi hérna á einhverjum 20 eða 30 stöðum og það var yfir 20 staðir sem var bara talsvert bara allt í ólestri sko. Nákvæmlega. Þannig að því miður þetta ekkert búið. Nei. Og þú veist og mun líklegast ekki tæta sko. Nei, nákvæmlega. Þannig að hérna, það alveg lóðbeint úr krabbameinsmeðferð í skattaumræðu. Því það ána með okkur. Þetta ætti kannski bara að heita ADHD-kastið. En þú veist bara klárlega, við erum pottið öll með ADHD þó sem við kannski ekki með formlega greiningu hérna, en við völdum þetta starf. Þess að þetta bókstaflegur kostur að vera með ADHD. Ég sagði við Bjartinn daginn að þú veist, ég held að ég þekki engan í kokkabransun sem ekki með ADHD. Hann virtist við þetta eitthvað en ég er ekki alveg viss hvort ég muni með eftir einhvern. Ég veit að jólasveinninn er blekking sko, þegar mér ekki trú hvað sem það sko. Færðan þá í skóin? Ég reyndar ef ég hjá mömmu þá fæ ég í skóin. Við erum að tala mömmuðina, þetta eitthvað skrítið. Nei, þannig að þetta er margt sem að þessi bransokkar þarf að horfa í og við þyrftum alveg að hérna hvað ég segja, hann fylgdi alveg naflaskoðun. Já, en þá mitt eins og við vorum að tala þetta burnout og krabbameinsmeðferð, hann kannski munurinn hvaða gripir mann í einu og ekki hinnu, maður kannski veit, þú veist, þegar þú fær greiningu þá að þetta það sem að, en ef þú ert einmitt að upplega burnout, þá kannski ekki einu svona skilningurinn hjá sjálfum manni bara, þú veist, maður kannski bara hvað að gerast maður bara skilur ekki hvað í gangi. Nei, þú veist ekki hvert þú ert að snúa þér og það kannski meira svona erfiðar að eiga við að einmitt bara hvert fer ég, hvað ég að gera eitthvað að mér, ekkert að mér Hvað myndir þú segja við fólk sem að kannski að upplifa fatta kannski ekki að það séu í burnouti? Það margir sem eru bara einhverju autopiloti algjörlega bara ég verð að klára, ég verð að gera, ég verð þú veist þegar það Hvað eru skilaboðin þín til þeirra? Bara ef þú nærð ekki að bara segja hérna, ég ætla að pása mig, ég ætla bara eftir 2 daga þá ég bara frá og ef þið tekst ekki að kúpla þið frá andlega eða líkamlega þú ert alltaf að hugsa um vinnuna eða þú ert alltaf með áhyggjur eða eitthvað svoleiðis þá þarftu að fara að fá einhver aðstoð og það, ég held að því miður aftur á einhvern sinni, ég vildi að það væri bara til eitt svar sem myndi henda öllum, því að það mismunandi hvað það sem að keyrir okkur í burnotið þú veist, þú veist eins og segja, ég var sjálfstæður atvinnurekandi þá ég hef í gegnum tíðina verið minn versti yfirmaður og þú veist, ég inn í virk núna og hérna bara til að koma mér að stað eftir krabbameinið sko og hef verið á alls konar hérna, námskeiðum og eitthvað svoleiðis og það fólk kannski að tala með aðstæður sem það hefur verið í gagnvart vinnu og þú veist, ekki mætt skilningi og verið ítt svona, þú veist, harkalega og ég alveg bara, fuck þetta var ég við sjálfan mig Já og það, þú veist, og það var alltaf bara ég ætla að reka sjálfan mig sem minn eigin Það fá einhvern annan yfirmann Já, nákvæmlega Ég held að þetta sé samt alveg mjög góða punktur ég held að flest okkar sé alveg segur allan ég alveg segur þetta ég er miklu verri yfirmaður við sjálfan mig heldur en starfsmenn sem ég með sko Ég vil eitt sko Það bara maður alltaf sinni hinn harðasti herra sko Já, algjörlega En þér líður betur í dag? Miklu betur og ég meina auðvitað, þú veist ég komin út úr þeir afturreis sko þú veist og bara skrokkurinn hefur ekkit í það lengur að gera eins gaman og mér finnst það elda þá þarf það bara að vera svona mér til skemmtunar og öðrum til bragðauka en hérna en ég er bara heilt yfir finnustað í dag Það er gott Líka geggjað að vera að þjálfa framtíða kynslóðan, sko. Mér finnst það æði. Mér finnst það ótrúlega gaman að fá að rugla aðeins í þeim. Og ertu eitthvað, hérna, talar eitthvað við þá svona hvernig þau að fyrirbyggja enda á sama stað? Já, við höfum gert það. Og hérna maður svona, þú veist kannski opnar ekki á fyrsta tíma á þessu. Nei. Enda oft líka ungi krakkar, sko, sem að eiga til að humma svona hluti af sér. Já, nei, en við fórum einmitt út í þessa umræðu bara, þú veist, hvernig getum við bæði farið með sjálf okkur og hugsa sjálf okkur þannig að við endumst í þessu starfi og okkur líður raunverulega vel í þessu starfi. Og síðan líka bara þar sem við þurfum að eins og segja, við vorum að horfast í augu við að það bara þessi mikla, þú veist,
vímuefna á notkun sem að hefur því miður alltaf fylgt okkur. Já, því miður. Já. Að, þú veist, hvernig getum við fá þá aðstoð sem þarf, því oftast er vímuefna á notkun, er fólk að maska eitthvað, það að self-medicata eitthvað allt annað sem að kemur eitthvað starf allt annað stað frá. En er verið að finna eins mikið fyrir því og þessu neyslu í vinnunni og svona? Sko, maður er svo sem ekki með neina rannsóknir eða neitt svo eitthvað konkrétt sem maður getur bent á, en bara annað heldur bara sögur úr bransanum og því miður, þú veist, ég er að læra þarna í kringum 2000, ég útskrifast árið 2000. Ég meina, það var svo vaðandi kókaínnotkun, bara hún var alveg sturluð á þeim tíma, og svo einhvern veginn finnst mér eins og það hafi minnkað eitthvað, en sé alveg í gangi í dag. Já. Því að maður sjálfur hefur ég er náttúrulega tiltölulega nýr í eins og bransa þannig sé og ég hef aldrei svona orðið var við mikið að svona í vinnunni, það hefur alveg komið dæmi sko, en ekki, maður hefur heyrt svo marga sögur, það er svo margir með hetjusögur af svona gömlu dögunum og þannig að ég hefði allan haldið að þetta væri allan að búa skána eins og síðustu árum og vonandi heldur það bara áfram. Vonandi heldur það bara áfram og ég held líka bara, við erum náttúrulega farin líka að tala svolítið bara, þú veist, andleg heilsa skiptir máli líka. Þú veist, að það sé bara, þú veist, þú veist, við lendum öll í einhverjum skít á lífsleiðinni. Við lendum, það er bara alls konar sem kemur upp á í lífun okkur og sem við lendum í alls konar ofbeldi, vanrækslu og viðbjóðu bæði bara frá unga aldri jafnvel. Og það skiptir svo miklu máli, alveg sama hvort að við erum kokkur eða þjónn eða starfsmaður í banka, að við leitum eftir þeirri aðstoð sem við þurfum á þeim tíma sem við þurfum hana. Og meðan að, þú veist, umræðan sem betur fyrir hefur opnast með þetta og kannski sérstaklega, þú veist, horfum að til eitthvað strákana, þú veist, að það skiptir svo miklu máli að það þorið að leita eftir hjálpinni sem að þarf á hverjum tíma. Og þannig að það er alveg, við erum að til dæmis eins og upp í skóla að minna nemendurnar okkar á, svo lengi sem þau eru á samning þá hafið þau aðgang að sálfræðingi, skólasálfræðingnum ókeypis. Bara nýtið ykkur það. Já. Og bara vegna sem að veita, bara þú veist, það fer enginn í gegnum þetta líf örfisaldurinn að lendi í einhverju. Nei. Og síðan er það bara spurningið, þarftu aðstoð til þess að vinna úr því? Já. Vita krakka þetta, því ég man ekki eftir að hafa heyrt það ef maður hefði aðgang að skólasálfræðingi með maður vel skólan. Er þetta eitthvað nýtt? Ég skal bara ekki, ég veit ekki hvort þetta er nýtt með því að skólinn í rauninni er ábyrgur fyrir krakkanum á samning. Já. Þannig að þau eru í rauninni skráð í skólan þó þau séu ekki virk í skólanum. Þannig að þar lendi hafið þau aðgang að skólasálfræðingnum. Ef ég hefði vitað þetta, þá væri ég með fasta tíma vikulega, örugglega. Og hefur aldrei útskrifast. Ég var ennþá á bekknum. Ég ætla að falla, ég ætla að halda áfram. En rosalega gaman að fá því í viðtal til okkar, Dóra mín, og hérna. Herru, takk fyrir boðið. Ótrúlega gaman að spjalla þig. Farið víðan völl eins og sönnum kokkum sæmir. Herru, bara takk fyrir mig, takk fyrir kaffið og kristallin. Já, verða góður. Góður. Takk fyrir komuna. Takk.